Í Svíþjóð og Finnlandi lækkaði matvöruverð 25% á áratug, í Ísland og Noregi ekki. Ég meina, hver eina breytan þarna sem verndartollar sem útskýrir verndartollar og og við þyrftum að fella það úr gildi já. Það klárar, það eru verndartollar og samkeppni sem kemur með því, það er að segja ekki bara verndartollar gildur heldur aðalar innleitt framleiðsla sig einhvern veginn að tí og reynir að vera hagkvæmur í leiðinni, þannig að þetta klárlega hefur áhrif. En við getum alveg tekið niður verndartolla á þess að gangi gennum ESB. Já, það finnst mér hins vegar ekki mjög líklegt að við gerum og En okkur ekki, en við erum að gangi ESB til þess að fá lægra matvöruverð og það myndum við lækka verndartolla. Okkur myndum við ekki bara lækka verndartolla og þá myndum við fá lægra matvöruverð. Já, ég bara held, eins og segi, fyrsta lagi finnst mér það ekki pólitískt raunhæft, það myndi... En af hverju það ekki pólitískt raunhæft og af hverju ætti það að gangi Evrópusambandið? Vegna þess að það myndi þetta bara þýða það að við myndum okkar landbúnaður myndi þá standa raunin algjörlega óvarinn gagnvart framleiðslu annars staðar sem væri þá niðurgreitt af sjóðum Evrópusambandsins og það er ekki hagsmunir okkar að við drepum okkar landbúnaðarframleiðslu með því að fella niður tolla og höfum engin viðbröð móti. En þyrftu ekki að gera það sjálfkrafa við göngum í Evrópusambandið? Við myndum væntar að þurfa að semja einhvers konar leið til þess að styðja við okkar landbúnað, eins og flest lönd gera og við gerum nú þegar, okkar tollvernd ef hún metin til fjár, þá hún töluvert, en það bara þannig að neytendur borga fyrir hana í dag, en þetta þurfti að vera bein ríkisframlög og mér finnst það bara heilbrigða kerfi. En ég skil ekki hvernig þú kemst að þeirri niðurstöðu að Evrópusambandið sé ástæðan þegar verndartollar ástæðan. Það er að ég að segja. Ég að velta fyrir mig út af því að ef við leggjum inn verndartolla, að þá myndum við fá lægra matvöruverð, vissulega, og örugglega meiri fjölbreytni og alls konar, en aftur á móti þá væri fórnarkostnaðurinn sá að við þyrftum annarkvort að niðurgreiða landbúnaðinn eða þá leggja niður. Já. Og það síðarnefnda held ég ekki pólitískt ástæðum að gera og það er engin rök fyrir því heldur í með það ég segi pólitískt ástæða hljómar eins og það væri gaman að gera en það er þetta ekki þannig, menn það er bara matvælaöryggi er eitthvað sem skiptir máli og ríki bara pæla í að því að þegar allt er gott og markaður opni þá er allir bara sáttir við vestlafkvæmt sem er en ég meina segjum að gerist eitthvað heiminum lokast þá munu þetta ríki forgangsa í sína eigin þáu það er þau dreifa matvælum, þannig að ef það væri engin matvæla framleiðsla eftir á Íslandi þá værum við í vondum málum. Þannig að ef þú ert að velta fyrir hvort það sé raunhæft í staðinn fyrir að ganga í Evrópusambandið að fella niður einhverja alla tolla. Nei, það er ekki það sem ég er að velta fyrir mér. Ég er að velta fyrir mér og það er á hverju þú segir að Evrópusambandsaðildin sé ástæðan þegar verndartollar er ástæðan. Og það ég er að segja að þetta eru breytur sem við höfum í hendi en þú segir að ástæðan verði þá að Evrópusambandið mun einhvern veginn bjarga landbúnaðinum okkar eða matvæla örygginu og matvæla framleiðslu og það að matakarfan myndi lækka. Ég held að jafnvel ef að Evrópusambandsaðild sé umdeilt hugmynd þá held ég að sú hugmynd sem ég er nefnt sem valkostur sem er að fella niður einhliða alla tolla á landbúnaðarvörum og reyna að spýta meira í stuðningskerfi okkar að hún sé töluvert umdeildari. Þannig að ég sé ekki fyrir mér að það sé eitthvað sem veri raunhæft að stuðla að. Okay. En við verðum alltaf netto greiðendur inn í Evrópusambandinu. Klárlega. Það er ekki spurning og ég get alveg farið gegnum þær tölur. Já, en í samhengi við þetta að þá erum við að tala um það að Evrópusambandið myndi koma til með að vera með styrki fyrir landbúnaðinn til þess að viðhalda honum, matakarfan myndi vissulega lækka, en við varum að greiða til Evrópusambandsins, fá hluta af þeim pening tilbaka til þess að styðja við bændur. Það er skrítin söluvara. Fattar þú hvað ég meina? Já, en ég meina, skrítin og ekki skrítin. Ég meina, ég held að það sé bara rökrast að uppsetningin lausn á þessu að í tí fyrirkomulagi þá gerist það sem ég tel að vera ágjöfsanlegast sem er það að Íslendingar fá lægra verð á matvöru og við erum áfram með landbúnað hér á landi sem við styðum þá við og mér í rauninu margt í styrktar fyrirkomulagi Evrópusambandsins vera mörguleyti heppilegra. Aftur getur sagt, við getum tekið þeirra kerfi einhliða en ég held að það sé svona bara eitthvað political science fiction, satt best að segja að leggja það til, sko.